Góðan dag Rúnar og hvað sér gott? Hver ertu og hverja mann ertu? Ég Keflvíkingur og móðir mig hétt Guðrún og faðir mig hétt Júlíus, sjálfsögðu. Og ég fæddur hérna bara í Keflavík og þú stendur í upptökuheimili Geimsteins þessar myndir. Ég hef búin að vera 45 ár í tónlistarbransanum, þannig að ég hef verið mikið að iðka tónlist undanfarna hálfa öld. Er einhver tónlistarmaður sem þú heldur upp á fremur annan? Það er búið margir. Það er langt mál að telja upp, það er svo margir í boði. Engin afgerandi. Það er bara mikið úrval af góðu tónlistarfólki, bæði íslensku og erlendu. Og ég hef verið heppinn gegnum tíðina að vinna með góðum íslenskum tónlistarmönnum og erlendum, sem er mjög skemmtilegt. Það er mjög gaman að spila með fólki, það er nú sem gefur þessu gildi. Er einhver munur að spila með Bubba Morthens eða Gunnari Þórðar? Það er dálítið munur á því, en það er jafn gaman að spila með þeim báðum. Þeir eru mjög snjallir báðir tveir, afburða snjallir og duglegir og frjóir. Hvernig var að spila í Leirupólu daginn? Daginn, það var mjög skemmtilegt í Kafanum. Það spiluðu við síðast fyrir 45 árum og þetta var stóra sviðinu, eða litla sviðinu sem er í Kafanum, sem langt niður í jörðu, sem að Bítlarnir hlutu sína eldskírn, og við líka. Við vorum hann 64, 19.9. haustið. Það var mjög skemmtilegt. Og hvaða prógram tókuð þið þá? Tókuð þið íslensku lögin eða voruð þið í erlendu standurunum eða? Við vorum dálítið af lögunum sem spiluðum þannig fyrir 45 árum og síðan nokkur íslensk lög sem er af hljómaplötum. Fyrsta Kossin og svoleiðis lög og Memory og I Don't Care og Blá augun þín bara. Sígild lög. Klassísk. Þú spilar aðalega á bassa en spilar á eitthvað fleira? Spilar smá þess að gítar, já. Og smá þess að píanó líka. En aðalega bassa og syng. En hvað semur á? Gítar yfirleitt. Og píanó. Já. Geturðu bara, þegar þú semur lag, ertu svo frjór að þú bara tekur gítarinn og kemur eitthvað strax eða þarftu að hafa eitthvað fyrir í? Það kemur alltaf eitthvað strax, Það er bara, svo velur maður bara út, Hvað sem er, maður finnst að sé í lagi og svo hlustar maður á kannski daginn eftir og aðtöða hvort þetta hafi verið eitthvað og þá heldur maður áfram með það. Og svo fæðist bara lag og svo verður það gefið út og verður kannski vinsælt og allt það. En samt, veist þú fyrirfram hvort að lagið verði hittari eða? Ég sem það nú ekki með það í huga, það er bara gott ef það gerist. Já, þú veist, ég verður satt að vera í ykkur sérstöku skapi til að semja fjörugt lag eða rólegt eða ástarballöðu eða eins og það sem ég segja að þeir verða að vera í sérstöku skapi til að semja hinn og þessa tegund tónlistar. Það er dagsformið bara, það bara vinnir í þessu játt og þétt öllum stundum að veiða hugmyndir og búa til lög. Þannig hefur það bara verið, Já, þú kannt örugglega margar góða sögur úr bransanum. Ert ekki til að segja eina góða sögu fyrir áhorfendur kannski eitthvað misheppnað ball eða eitthvað svona eftirminnilega stund í bransanum? Ég man nú lítið eftir misheppnuðu böllunum. Það voru svo fá. Það var hendingar að lentu með því. Ég hef verið svo heppinn í bransanum, ég hef alltaf verið í vinsælum hljómsveitum, þannig að það hafa verið mikið af bara mjög góðum böllum eða tónleikum eða uppákomum, Þetta er ekki allt böll, Mikið af tónleikum í þessu líka. Og uppákomum í stúdíum og síðan hefur maður fengið að taka upp sína músík bæði í Englandi og Bandaríkjunum og Kaupmannahöfn og Hollandi út allan heim, þannig að maður farið víða og spila með alveg eðal tónlistarmönnum og sungið. En ég er með enga grínsögur þannig, bara svona skemmtilega sögur. Er það satt sem var satt til dæmis í hljómamyndinni sem var gefin út eftir þetta að þú hafðir stundum fríkað út á böllum á yngri árum? Já. Rifið úr bólnum og stokkið upp í loft og... Já, það er sagt, það er nú ekki til á filmur samt, Það er bara svona, þeir sem sáu það kannski, getur sagt þér frá því, eða þeir sem spiluðu með mér, Það var mikið í Glaumbæ og Húsafelli og svona á svo stóru hátíðum sem við gerðum svona ekstra stuð
Já, bara til að rífa upp stemmingu, það er gert með það fyrir hendi. Varstu þá með bassan í fanginu þegar þú stökkst eða tókst hann að þér og... Bæði og. Já. Var þetta ekki planirað eða bara var þetta bara eitthvað sem þú... Þetta var ekki eftir, sko. Þetta var bara trans ástand, sko. Já. Þannig að það, ef það er mikið stemming, þá fer maður í mikla stemmingu sjálfur, sko. Og svo maður fær eitthvað viðbrögð frá þeim sem er að hlusta, sko. Heldur þú að þú eigir eitthvað eftir að endur gera tónleikana sem þú varst með í höllinni seinasta haust? Ekki alveg eins, en kannski ykkur útgáfa af því. Þeir heppnust vel, sko, þannig að... Voru þeir teknir upp á sínum tíma? Hljóðið. Já. Og svolítið af myndinni, ekki fullkomin mynd gæði, sko. Ertu að pæli kannski að gefa út hljóðið? Já, einn daginn. Nú er ég hérna, akkurat þessum 12 árum, þetta ár þá var ég með handhafi hérna Íslensku heiðursverðlaunanna. Já, til hamingju með það. Já, og ég er að gera svona kassa eða þryggja diska safn í haust, sko. Já. Með kannski svona 75 til 100 lögum. Svona völdum lögum af ferlinum. Já, eru þá það hljómsveitinnar eða bara sólóinn? Síðsvöldan hljómsveitunum er mest sóló. Og svo þá ger ég eitthvað svona ítarefni með, sko, sem hefur ekki heyrst áður eða komið fram áður, sko. Eins og kallað er. Það er þetta vandaða útgáfu. Já. En voru þið, þegar þið hljómar voru að byrja, Já. Voru þið með eitthvað meikdrauma að verða eins og Bítlarnir? Nei, við vorum það nú ekki, við vorum bara Voru það bara strákar sem höfðu gaman að spila? Já, fyrst og fremst, var það svoleiðis, sko. Svo hitt kom bara í bónus ef við meikuðum eitthvað eða komast á plötusamning og ég heyrðumst í útvarpi og komast í sjónvarp og svona, það er bara það plúsið í tí. En svo byrjar maður að reyna að komast á markaðan erlendis, það hefur ekki tekist ekki svo, en það er svona aðeins vísir að því. Við byrjum þetta sem komast. En samt, ég trúi því, ef netið hefði verið til á ykkar tíma, þá hefðu þau kannski. Það getur verið, sko. En þess að mörg þessi lög eins og til dæmis Memory, þetta er alveg, þú veist, þetta er þrjusulag, virkar alveg enn í dag. Já, og það er síðan 65, sko. Já. Ég allan að hlusta á það þegar ég vil komast í stuð. Eitt af mínum upp á hljómalögum. Þá vorum við með útflutningsdeild hljóma sem hér Þórshamar, komast á sama merki og Bítlarnir voru sem er EMI, plötumerkið í Englandi. Og öll þessi lög voru gefin út á þeirra marka fyrir 3 árum síðan á Ace-merkinu. Þannig að við hefum svona meikað það pínlítið. Já. En við hefum meikað það ágætlega hérna á Íslandi bara. Já. Þokkalega svona. Það er svo það veit allir hver Herra Rock er. Allavega þú? Já. Það er eins og allir sem þegar ég tala Rúna Júl, það er með þess að mamma segir að Herra Rock. Já, hún segir það, já. Já. Þetta gerðist bara á barnaplötunum hans Dr. Gunnar sem þetta nafn kom upp á. Þegar hann var að peppa fílustrákinu upp í stuð. Já. Það er samt ekkur drauma tónlistarmaður sem þú getur hugsað það má vera lífsseðaliðinn sem þú hefði langað til að syngja sóló með eða að þú syngja duett með. Já, það eru margir. Meðal annars Ray Charles og Stevie Wonder og Paul McCartney til dæmis. Og Lennon, Bob Dylan og Neil Young. Svo get ég haldið áfram alveg Lon og Don. Ég er svo margir sem eru í uppáldi hjá mér, sko. Þessi væri fínir, sko. Ég er búinn að prófa mikið af íslensku, ég er búinn að syngja duett með Björgvin og Bubba og K.K. og fleirum, sko. Já, ég fór aðalega að hlusta á því svona sem alvöru rockara í kringu GCD-ævintýrið. Já. En þú er svo ungur, sko. Já, ég er svo ungur að ég alveg kynnti þú veist þessari tónlistinni, sá ykkur til þessi í Kaplakrika. Já, við byrjum þar fyrst, sko. 90, var ekki 91? 91, já, það var fyrsta uppákoman okkar var þarna að hita upp band með einhverjum Poison og fleirum böndum, sko. Poison sem komu svo ekki? Hæ? Poison kom svo ekki? Nei, þeir kom ekki, nei. Sagðist vera puttabrótin Já, það var eitthvað svo leiðis, já. En við spilum það og stóðum okkur ákveðlega, sko. Já, það var svona eiginlega fyrsta svona sem ég fór að hlusta á almennilega á bæði Bubba og þig. Já, já. Svo náttúrulega fekk maður jólaplötuna náttúrulega með bara móðmjólkinni. Já, einmitt. Alltaf í kringu jólinni partur að því að setja þessa plötu á og bara, ég veist ekki jólinn komin fyrr. Sem hljómar gerði löngu síðan, 76, sko. Já,
Þú vantarlega ekki verið fæddur þá. Það ég fæddur 76. Já, hún kom út til, kannski tilhæflega því að þú fæddist, sko. Örugglega. En hvað samt, það samt eitthvað lag sem þú hefur samið tíðina sem þú heldur meir upp á en annað? Nei, ég get nú ekki sagt það, sko. Það er þetta mikið af lögum, ég er með svona 300-400 lög á skrá í stef, sko. Þannig að svona er þetta lögur svona mismunandi mikið spiluð, sko. Mismunandi vinsæl, sko. En þau eru bara mörg að þetta góð. Ég ánægð með þau sum. Það er samt lagið þarna með Geimstein, þarna rock'n'roll, af gömlu upptökunni, þá er eitthvað baddsyngjandi í byrjunin. Er það rétt að það þú? Nei, á rock'n'roll, nei, það er bandarískur bassaleikari sem var uppáhaldsleikari minn, bassaleikari minn 76. Já, heitir ekki eitthvað lag með Geimstein rock'n'roll? Jú. Það lagir eftir mig og textin, sko. En þá tók ég upp í New York og fekk uppáhalds bassaleikari minn til þess að spila bassan með mér í þessu lagi, sko. Og allir þessi plötur sem hétt Hvað dreymdi Sveininn sem kom út 76, sama ár og þú fæddir líka. En þú veist, hvað þegar þú hefur að spila á tónleikum eða eitthvað svoleiðis, hefur alltaf verið með ákveðið prógram eða hefur bara improviserað alltaf? Improviserað, bara lest stemminguna og bara dett hugulegt frá því ég er að spila eitt lag og ákveðið hvað ég ætla að spila næst. Já, bara talið inn svo? Já, nema þegar við vorum á tónleika í Laugardalshöllinni þá var ákveðið prógram sem allir sem ég hafa. Já, þá varstu líka með náttúrulega svo mikið gestum sem... Já, þannig að það verður alltaf verið í syngi, sko. Það er nálgast þetta margan hátt, sko. Og svo er maður að spila jarðarför eða ammali eða brúðkaupsveislu og kolli þegar maður nálgast þetta bara eftir réttu nótum. Öll verkefni sem maður tekur að sér og gerir. Ég sá það líka að þú varst ekki með texta á tónleikunum. Manstu alveg alla þessa texta? Já, ég gerir það. Ég held að þótt að Bubbi sé 10 árum yngri en þú, er hann ekki 10 árum yngri en þú? Hann er fædd 56, ég er 45, ég er 12 árum yngri. Og hann er alltaf með texta? Já, ég veit ekki út hvað það er. Hann var það nú ekki þegar við vorum í GCD, sko. En hann er mikið, ég teki eftir því, bæði hann og Megas eru mikið með það. Þeir gera náttúrulega langa texta, sko. Kannski er það. En Bjartmar gerði það til dæmis ekki, Guðlaugs. Já, varst ekki út í Jamaica með honum daginn? Jú, ég mynd. Og hvernig var? Það er mjög skemmtilegt. Voruð þið að taka eitthvað upp eða? Við erum svo undirbúið það, já. Kann aðstæður. Voruð þið að semja þar eða? Já, líka. Já. Hvað sem maður fer, þá var maður alltaf að semja, eins og ég sagði ráðan, sko. Það er ekki ákveðin staður. Tekur alltaf gítari með þér í frí? Já, eða einhver diktafón eða eitthvað sem maður getur lesið inn hugmyndir eða eitthvað sem maður dettur í hug. Það er svona alltaf makandi yfir góðum hugmyndum. Það er eins og veiðir maður bara alltaf með stöngina úti. Það er náttúrulega þú líka örugglega alltaf að vera fyrir áhrifum, heyri kannski einhver fuglasöng eða eitthvað. Jú, einmitt. Já. Það er svo ég fór í heimsókn til hans Harðar Torfa. Já. Og hann sagði okkur frá, þú veist, að hann verður ekki bara áhrifum á tónlist. Það er bara ef hann heyri kannski flott bílflaut eða fuglasöng eða eitthvað, þá kannski dettur honum í hug að semja lag það. Já. Þá kveikir í honum. Já, ég söng á tónleikunum hans. Heiðistónleikunum, það var 60 held ég. Já. Það var skemmtilegt. Segðu mér samt, ef ungur tónlistarmaður kemur til þín með demo, myndir þú geta hjálpa honum að ná samning og svoleiðis? Ég veit marga unga sem sem skoða síðuna hjá okkur. Og myndir þá, hugsanlega ef að myndir þá hafa samband við þig að koma að leyfa þér að heyra? Já, við erum með elsta útgáfufyrirtæki á Íslandi sem heitir Geimsteinn. Búið að vera síðan 76, ég gamalt hér. Og við erum búin að gefa mikið af ungum strákum, alveg frá Hjálmum og Bakkalúti og núna í ár erum við búin að gefa út 3 plötur, Hvar er Mjallhvít, Tommy Gunn og Draumar með Einari Braga. Þannig að við erum mikið í að aðstofa fólk að útgáfu og upptökur, sko.